too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Rekus á Íslandi. Rekus leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki, stór sem smá. Rekus með 15 starfstöðar á Íslandi og rúmlega 7000 stöðum í 900 borgum og 850 flugvöllum út allan heim. Allt sveigina lausnir og þjónustu Rekus á rekus.is. Geggjuðu hlustendur, þið eru að hlusta á hið hrollvekjandi kvikmynda og sjónvarslaðvarp 2 á toppnum. Þessi þáttur númer #121 og að sjálfsögðu helgaðu nýjustu Monsters-seríu Ryan Murphy á Netflix, The Ed Gein Story. Tókstu því? Það var öðruvísi kynningastöð. Já, ég tók þetta í. Já, þetta sko opening theme úr Psycho. Já, það vel við hæg. Já, og það Psycho var einhvern mann kölluð geggjun á íslensku. Það svona geggjuð hlustendur, Psycho, Ed Gein. Maður segir Ed Gein. Held ég. Ok, ég búin að vera að hugsa þetta í mjög langa tíma, hvernig ég ætti að segja þetta, sko. Okay. Ég búin að segja ímest Gein eða Gein eða Gein. Það Gein, Ed Gein. Já, hann var kallar það þegar ég var að læra hrylling í háskólanum, ef ekki að láta við látum það. Háskólan bara rúlla. Absolutt. Til þess að ræða, ættföður þekktustu morðingja hryllingskvikmyndasögunar, Ed Gein. Velgerð. Ráðmorðingja, raunverulegan og skáldaðan hrylling höfum við fengið alveg sérstaklega gest. Kristel Dögg Vilhjálmsdóttir. Já, blessuð. Hvað á maður að segja? Þú sést sálfræðimenntaður true crime fan? Já, það bara mjög fínt. Er það ekki? Jú, það bara frábært. En áður en að við förum í, sem sagt, þetta nú toppnum á Netflix á Íslandi. Ég glemdi að teka á því. Þetta á toppnum, já. Ég get staðfest það. Já. En þá var aðeins fyrst í vettling dagsins, svona hvað í gangi í glápinu öðru leiti. Kristel, þú ert alltaf að horfa á eitthvað, ekki? Svona, ekki þessa dag. Nei, svolítið busy. Svolítið busy, já. En ég tók hana Ed Gein story helgina. Binsaði þetta alveg. Vel gert. Allir átt að hennir. Já. Ok. Já. Vel gert. En þú áttu minn kláraður þetta? Ég gerði heiðilega tilraun til þess að klára þetta. Ég taka fram þetta á mjög heiðilega tilraun. Ég horfði á 5 þætti og svo trúði ég ekki að vera 3 þættir eftir. Og ég vissi að við erum að fara að taka þetta upp og þetta var varlega, ég hefði alveg haft tími að kannski ná, þú veist, hver þáttur svona klukktíma? Ég hefði alveg haft svona 3 tíma til að klára þetta í gær, sko. Ég hefði gafst upp, sko. Það kannski, ég hætti ekki að viðurkenna. En ég fór bara beint á TikTok, svo baði ég gervigrindina að bara segja mér hvað hefur gerst. Svo horfði ég á síðasta þáttin í svona, þú veist, á ég viðurkenna að ég sé að gera þetta. Já, ég gaf þér leyfi til þess að klára þetta. Ég svona hraðspólaði svona yfir síðasta þáttin og svona, býtu, hann fullt okkur ég segi ekki neina spoila, við tökum það fram að við ræðum þetta hispurslaust og með spoilum og spillum og öllu þessu. Já, það verður að vera þannig. Þannig, ég kláraði þetta ekki alveg, en ég veit hvað gerist, ég veit þemun og ég fór á TikTok, ég er búin að horfa á mörg myndbönd þar sem fólk að skeggra þess að hætti. Þannig mér finnst ég alveg vera gelgingur, sko, í hennan þátt að vera einna með ykkur. Nei, ég hafði það svona tilfinningunni þekkjandi þig að það gæti orðið svolítið brekka, þannig að ég sagði þér að vera allt í lagi og það bara partur af narratífinni í þessum þætti að þú náður ekki að klára, sko. Einmitt. En annað, hefur náðu að horfa á eitthvað? Herri, já, ég náttúrulega bara búin að vera á fullu, ég alltaf með svona núna einhvern veginn vikulega, þú veist, Gen V náttúrulega. Já. Ég horfa á það bara leið einhvern veginn, Peacemaker, bara þetta allt sem ég er búin að vera að tala síðustu vikur, sko. Þetta allt óreitið þetta. Ég veit ekki hvað það segir mig, sko. Slow Horses. Algjörlega, komið þátt að 3? Já, á miðvikudaginn. Alltaf á miðvikudaginn. Já, hann eftir. Ég var búin með 2. Já, ok. Ég held ég 3 eftir. Já, en að við erum komnir í akkurat núna þá er þetta svona svolítið vikutempo. Það svona dettin. Já, ég er í mjög miklu viku. Já, ég er búin að taka sko þá fyrir þessa viku Only Murders in the Building, Gen V, Tulsa King og Slow Horses. Brjálæg að gera. Þetta mínir vikulegu þetta, sko. Brjálæg að gera. Law and Order, vantarlega líka. Já, það alltaf 50, sko. Það í, kvöld. Fæ ég sennilega þann skamt á morgun þá. Já. Heyrðu, ég er búin að vera svona að reyna að fylgjast með þáttunum sem heita Task, þetta á HBO.
Með Mark Ruffalo? Já, með Mark Ruffalo, þú voru varfið þetta? Ég voruð varfið þetta, já. Frá sömu gerðu Mayor of Easttown. Mayor of Easttown. Eastwood, ekki Eastwood. Nei, Mayor of Easttown, held ég núrt maður glömmi, sem að var með henni Kate Winslet og voru svona mjög góði þættir. Taldi góðir? Já, og svolítið svona, kannski ekkert mjög ameríski, svolítið svona gritti og realistik. Og mér sýnist sko, ég er búið með 3 þætti af Task, þetta er svo ógeðslega erfitt að horfa á þetta, ég eiginlega geta ekki. Nú? Já, vegna þess að sko, þetta er svona svipað, þetta er svo eitthvað niðurtrefmandi og það eiga allar personur eiga eitthvað svo bátt og eru svo sjúskar og tættar og svona alveg HBO og svona realismi. Já, og eiginlega þannig að ég verð bara þunglindur, ég get ekki nema svona mestalega eitt þátt og þá er ég bara niðurdregin, sko. En þetta er með, held ég, 95% á Rotten og þetta er greinilega alveg topp framleiðsla, sko. Og þetta hljóma mjög vel, mér langar mjög mikið að horfa á þetta. Og Mark Ruffalo mjög góður og mjög áhugaður típa, hann er sem sagt, FBI agent, en hafði verið sko prestur áður. Já. Prestmenntaður FBI agent sem er svo meðal óbáslega harmasögu á bakinu, fjölskyldusögu, hryllilega, sko. Wow. Og svo eru vondukallarnir líka með hræðilega sögur og vondukallarnir eru ógeðslegir og þetta er allt, þetta bara ég er alveg, þetta er svo mikið grátt. Já, og svona trailer, trassi, svona eitthvað, þetta er allt bara svona manneski sem að greinlega eiga bara voðalega erfitt og svo bara verður þetta alltaf einhvern veginn verður að vera, þannig að þetta hljóma vel. Og ég er svolítið svona kannski veikur fyrir akkurat svona á haustin, þetta er ekki góðu tími fyrir þunglinda, sko. Þannig að ég þarf bara að passa mig, ég tek þetta í smásköndum. Wow. En svo, bara ég eiginlega verða að nefna það. Þetta eru þessir þættir heita The Hack og eru breskir ITV og þetta er ég veit ekki hvort þið muni eftir, þetta er símahleruna skandallinn hjá News of the World. Alveg rétt. Þetta eru svona nokkur ár síðan og sem sagt 2005 eitthvað. Já, og tegið sér alveg eitthvað mörg ár inn í þetta og Rupert Murdoch náttúrulega átti þetta. Og okkar bestum maður David Tennant, hann leikur Nick Davies sem var blaðamaður á Guardian og krakkaði þetta mál, var samt mjög erfitt og svo tengist þetta morðið okkur engaspæjara og þar er Robert Carlyle, Begbie sjálfur úr Trainspotting, lífsleið þreytt lögga, reynir að rannsaka það mál og svo tvinnist þetta allt saman. Þetta hljóma vel, allt komið út það? Já, einhvers staðar, þetta er náttúrulega brest, sko, ITV, ég man ekki á hvað iPlayer eða hverjir horfa á þetta, sko. Þetta er ekkert mjög aðgengilegt, held ég. En ég nefni þetta líka bara, þetta er svona dæmigerð þættir sem að hljóta þetta og RÚV bara fyrir síðar, þetta er ekkert svona RÚV efni. Nema, að þetta gerist þetta rosalega mikið inn á ritstjórnarskrifst og Guardian og þetta er, ég veit ekki, sko, ritstjórnir eru alveg ógeðslega skemmtilegir staðir þegar það eru vel mannaðar og fjölmiðlarnir eru gömulegir, kannski ekkert margar svoleiðis til í dag sko. Nei. En maður fær alveg bara gamla fyrringin, sko. Og fylgdi allavega fyrir blaðamenn, sko, þá er þetta alveg veisla, sko. Það minnir mig á og ég veit ekki hvort því að við séum það var náttúrulega allir hort á The Office. Bandaríska sísonu. Það ekki það? Þú varst ekki aðdáandi? Ekki aðdáandi. Nei. Ég hef ekki séð einn einasta þátt. Þú hefur ekki séð einn einasta þátt, Ég bara var svo móðgæður að vera að endurgera breska klassa þætti. Ég hef ekki hort á neitt. Þetta er svona þætti sem að fólk bara horfir á aftur og þeir eru með rosa þannig. Það er bara komið framhald núna, The Paper. Já, þetta sem bara á Scene Plus. Já, þetta er bara framhald og þeir bara eru svona settir upp eins og kvikmyndagerðar krúið, það þeir voru alltaf teknið þannig upp eins og þetta var kvikmyndagerðar krú að gera heimildahætti pappis fyrirtæki. Eins og það sé bara fara aftur að sem sagt í bygginguna sem Dunder Mifflin fyrirtæki var að leita að þeim. Kemur ljós að Dunder Mifflin var keypt til einhverja allt annara borgar í Bandaríkjunum og það fyrirtæki er að gefa út eitthvað dagblað og það er þessi seria og þannig er okkar maður hvað heitir hann, sonur hans Nýson heitir hann ekki? Jú, Brendan Gleeson, strákurinn hans Domhnall Gleeson, já, einmitt og hann er að leika eitthvað svona ritstjóra og þetta er svona algjört svona sort svona staðarblað og hann vil svona gera þetta betra einhvern veginn og fá alltaf með sér og þetta er eitthvað svona svo er eitthvað kona sem er bara já, ég er bara vel eitthvað sögur af AFP og setja inn í blaðið og svo ef það passar ekki þá þá þarf ég að stytta eða velja eitthvað sögur sem passa betur þetta er alveg frekar fyndið, sko, þetta byrjar alveg vel, sko, en ég veit ekki hvort þetta er vinsælt og The Office Nei, kannski valla en já
ég ætla ekki að vera að úttala mig semst The Hack og bara, ef þeir verða aðgengilegir einhvern veginn, þá mun ég fara nánar úr þetta. Ég ætla samt að nota þess að þætti til þess að byggja brú yfir til Ed Gein, vegna þess að Nick Davies, þessi legendary blaðamaður á Guardian, hann átti svo vonda mömmu. Já, okay. Mammans var alltaf að berja hann eins og harfisk þegar hann var barn, sko. Já. Og Ed Gein átti líka vonda mömmu, sko. En þá náttúrulega Nick Davies, hann dæmi það, sko, þú þarft ekki að verða grafaræningi og morðingi þó að mamma hafi verið vond við þig, sko. Nei, akkurat. Og ég ætla bara, ég verða að leiða hlustið á Nick Davies, David Tennant, lýsa ástandi fjölmiðla 2005. British journalism is sloppy and morally bankrupt. That is the claim of the journalist Nick Davies, who's written a book that shows how often newspapers use illegal methods for getting their stories. It's called Flat Earth News, and Nick Davies joins us now. Good morning. Hi. You say sloppy because newspapers use press releases rather than getting their own stories, and morally bankrupt because of the illegality involved. Really, the root that binds together all the different themes is that the logic of journalism has been overwhelmed by the logic of commercialism. Journalists no longer have the time or the resources to do their jobs properly. Instead, they're just passive processors of unchecked second-hand material. Yeah, but you go much further. Já, wow. Kannastu við þetta? Já, ég kannast eitthvað við þetta. Já, það ekki skrítið að maður sé hættur í þessum bransa. Nei, þetta svona, hann tala svona svolítið með klikkvæðingu. Já, ég kýs að lesa það út úr þessu, þó hún er kannski ekki orðin mjög mikil. Nei. En þetta náttúrulega geggjun, sko, þetta mál, sem bara hleruðu síma hjá bara alls konar fólki. Ég held að, Katrín og Vilhjálmur hafa eitthvað lent í þessu og Sienna Miller, hún búin í mál, sko, þetta alveg, ég held að séu milljarður sem við erum búin að borga í skaðabætur. Kongafólki líka held ég. Já. En heyrðu, Netflix, þú segir að þetta sé ennþá, sem þetta á toppnum á Íslandi, Ed Gein Story. Heldur betur. Og þetta þá, þriðja sería, þetta byrjaði með Jeffrey Dahmer, sem sló algjörlega í gegn, og þóttu líka helvíti gott stöf, minnum við. Mjög góður. Og svo komum við Menendez bræðurnir. Menendez, það var seint í fyrra. Horfðu þú á það? Ég horfði á Dahmer, eftir að ég byrja á hvað heitir það? Menendez. Já, bræður, og það var bara mjög mikið að gera hjá mig þá, þannig að ég náði ekki að halda áfram. Nei. Ég legg til að horfa á það fljótlega. Algjörlega. Og samtidig það þá rétt að minna á að í þætti 2 á toppnum og 69 þá rættu við þessa seríu Menendez við hennar Dóri Júlíu. Þannig að það rétt að spóla tilbaka og finna það. Grundvallar munurinn á öllum þessum 3 seríum er Ryan Murphy kemur ekki beint að þessari. Hann er bara einhver svona hann er svona einhver framleiðandi. Já, einhver producer, executive producer, en það er félagjan sem hefur verið með honum í þessu öllu. Ian Brennan. Skrifar alla þættina. Leikstýrir 2-3. Já, hann leikstýrir samt. Já, okay. Það er einn munur en samt held ég nú að þau höfundarenginni Ryans þessa eru þarna á þessum með öllum öðrum, það er hvað hann á erfitt með að halda sig við sannleikan og staðreyndir. Einmitt. Akkurat. Og við ætlum að ræða þetta hispjuslaust, spillum. Minnum á það bara að byrja á byrjun. Hvernig fannst þér þessi sería? Mér fannst það bara góð, svolítið langdregin í endan, hræðileg móðir, ég bara verð að segja það bara ég vorkjöndunum, sko, en mér finnst ekki skrýta hann af orðið svona eins og hann varð forveikur og mér finnst það góða þættir. Mæli með þeim. Já, nákvæmlega. Ég var nefnilega, sko, kannski hafa svona, þú veist, þegar maður les bara, þessi sería er ekki að fá góða dóma og fólk er bara að byrja að tala ítlu með þetta og þetta verður ekki nóg gott og svo er maður haldið svona fordóma gagvart Netflix, sko, þannig ég hugsa bara það sem böggaði mig aðalega að þegar ég skildi svo á endanum svona grunnpælingun og ég er einmitt með klipput og ég ætla að stela Bluetooth aðgangnum að tækina þér á eftir og það sem að leikarinn er að tjá sig hann, Charlie Hunnam
þetta, því það eru rosalega pælingar sem fara í þessa seríu, bara menningun okkar og samband bara okkar og bandaríkjamanna og bara vestrænar menningar við raðmorðingja og það er að vera svona alls konar pælingar í þessari seríu svona hversuna við tökum svona hálfgerðu ástfóstri við þessa karaktera og Ed Gein er náttúrulega svona uppafs maðurinn, það er hann sem að býr til og þessi séri fjallar náttúrulega það er innblásturinn að alls konar efni. Já, sko, hann náttúrulega mjög merkilegur. Ég er náttúrulega búin að bíða rosalega spenntur eftir þessu, alveg bara frá því að það var tilkynnt, var ekki bara í fyrra þeirra bræðra serían var að klárast og þetta er sem sagt næsta. Og já, ég er alveg búin að pæla mikið í Ed Gein, en það, svo ég kalla hann alltaf ættfaðir eða svona afa, svona allar þekktustu raðmorðingja kvikmyndana, það er náttúrulega fer ekkert mill mála í þessum þáttum sko. En hann í fyrsta lagi sko getur hann eiginlega ekki flokka sem raðmorðingi, það er bara að skrifa á hann 2 morð, þú þarft að fara yfir 3 til þess að geta verið serial sko. Förum aðeins yfir hvað morð þetta voru? Það er bara tvær konur á svona mínum aldri, virðulegum aldri sko. Sem hann drefur og voru ekki einhverju bændu, einhverju veiðimenn eitthvað sem hann drapaði? Já, hann alltaf gerði það ekki sko og svo farandi frjálslega með staðnir, en allavega hvað ég segja, sko, hans og líka þessar nota bene, allar þessar seríur hafa fengið vonda dóma, vissur það? Nei, ég vissi. Í alvörunni? Já, það eru allar bara líka damer? Já, algjörlega. Mér fannst þeir svo góðir. Já, og það fannst, þeir voru og fólk var að tala um það, þú veist, það var ekki svona, það var ekki þetta neikvæð undan. Nei, og hann var rosalega mikið talað um hvað hann lékja næður hann vel, sko, gaurinn sem hann leikur hann, sko. En þetta allavega, þá sko damer og Mendes, þetta er miklu frægari menn, sko, veist, þó að Ed Gein sé einhvern veginn ættfaðir bíóhryllingsmorðingjana, þá veit ég enginn, veist ekki hann. Nei. En það er líka, þú veist, eins og með Menendez, þú veist, þar er, þú veist, bræðuna, þú veist, það gerist í Hollywood á hvað, 9. áratugnum, ekki? Já, rosalega high profile mál í fréttum. Rosalega high profile, ótrúlega mikið svona glamour, mikið svona spenna, geðveikt mál til þess að gera sjónvarpsþættum, bara geðveikt mál. Ed Gein, mér langar alltaf að segja Gein, Ed Gein, hvað ég segi Ed Gein, sko. Ed Gein, ok, Ed Gein, þetta er bara ógeðslega leiðinlegu gaur. Hann er ekki áhugaverður fyrir 5 ára. Það er mín sko. Nei, en sko það sem hann gerði er mjög áhugaverð sko. Og svo bara... Hvernig verður það til þess að Texas Chainsaw Massacre? Er það þegar hann var að klæða sig í líkinu? Nei, hann sko... Setja sig grímur. Leatherface. Er með alltaf andlit af einhverjum framan í sér. Það er alltaf beint bara honum. Svo minnum ég Texas Chainsaw, þá hafi Leatherface hengt upp eitthvert fórnalamba sinna svona eins og dýrskrokk. En það er bara það tvennt sko sem að Hopper sækir innblásturinn í sko. Einmitt. En sko þetta með uppeldið og þetta sko Kristilega og mamman náttúrulega er svona, þetta er náttúrulega ekki nýtt. Þetta er kannski klísja sko, það er svona mörgum svona myndum, það er alltaf mamman sem er svolítið rótin. Fair enough, svo pappans var aumingi og fyllibita og ofbeldis fullur sko. Er hann fórnalamb eigin velgengni? Er það eiginlega, þú veist, að því að þú veist, eins og með mömmuna, hann er original, mama's boy einhvern veginn, en að því að við erum búin að sjá þetta svo oft, þetta er orðið svo fyrir lungu orðið svo mikið konsept að þegar maður sér þetta núna í þáttum þennan manna, þá er þetta ekkert áhugavert. Nei, sko, mín kenning er bara að þetta er náttúrulega stuttur ferill sem morðingi og hann náttúrulega er ekki einu sinni raðmorðingi. Þetta stendur ekki undir 8 þáttum, sko. Sagan hans er ekki nógu sko löng, versus Ted Bundy sem kemur í restina þetta. Þú veist, hann var alltaf að sleppa og er náttúrulega svona á sprý, sko, bara. Kannski útskýra okkur mér líka, það sem mín helsta gagnrýni er að þetta er rosalega chaotic út af væntanlega þessu, það er ekki nóg efni mögulega, þannig að það er alltaf verið að hoppa fram og tilbaka einhvern veginn í tímalínu og Alfred Hitchcock er hana og eitthvað og þú veist, ok, allt í lagi, það er bara ákvörðun, en ég var ekkert eðlilega rugla, ég bara býtti hvaða fucking gæi er þetta, hann er í kvikmyndu og svo er ég þetta er Hitchcock, ok. Það er einn rugstuðlinn, svo náttúrulega líka þeir láta rosalega margt, þú veist, ég held að áhrandin alltaf svona, er þetta ímyndun, er þetta í hausnum á honum eða gerðist þetta? Allan tíman var ég ekki viss hvort þetta love interest sem var ekki til í alvörinu, Adeline
ég var ekki viss hvort hún var í ímyndun allan tíman, var hún ekki í ímyndun? Nei, hún var alltaf til og þau þekktust sko. Okay. en svo hefur hún verið tísaga sko, hversu náðið sambandi eða hversu vel þekktu sko. En svo getur sko, helmingurinn senunum henni gæti alveg verið samt ímyndun sko, í haustum honum bara alltaf hún og bara hvernig hún bregst við að því hún náttúrulega er algjörlega svona made-up karakter út af því að þú veist, hann átti ekki í samskiptu við neinar manneskjur nefnum mömmu sína þannig að hvernig hún bregst við einmitt að fara heim til hans, ég bara getur ekki verið alvöru manneskjur hún hétti fram alltaf að hún hefði aldrei farið heim til hans, aldrei komið inn í þetta hús þegar hún sá gervörtuna á stólnum og var ekki, hvað er þetta? I like it nei, hvernig, I like it hvernig tala hann ekki einhvern veginn svona Tveir á toppnum í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum tveggja á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun er með skoðunastöðar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur. En ég mér langar að spila eina klippu ef ég má, Tóti sem er bara sem að tengist þess að við erum að tala um hvernig sko Ed Gein hefur verið bara einhvern veginn, þú veist, hvernig hann er einhvern veginn orðin bara þetta rísa dæmi sem hann er og þetta er leikarinn sem Charlie Hunnam að tala þetta er hann í Fox and Friends morgunþættinum á ef að prófa að aðtöku hvort að þetta virkir að mér aðtöku hvort að ég er farin úr Bluetoothinu where you're looking at the camera and you say you're the one who can't look away. Right. Was that some sort of indictment on our society and the way that we sometimes glamorize and sensationalize characters like this? Yeah, I think so. That's one of the primary questions we ask in the show is who is the monster? This boy who did terrible things but had been abused and left in isolation with untreated mental health issues, or this legion of filmmakers that took inspiration from his life and sensationalized it for entertainment and arguably darkened the American psyche in the process. I mean, prior to actually Ed Gein, our relationship with monsters in cinema were like Dracula and Frankenstein Fictional. and werewolves. Yes. And Psycho was the pivot point where we became the monsters, and that was all as a direct consequence of the influence that Ed Gein had had. So yeah, we certainly ask that question, and I think hopefully do it fairly responsibly. Ask it the consequence of putting this type of narrative in our mind. What do you think? I think that storytelling has always had an important function, and I think deep down we're all sort of afraid of the boogeyman in some way, some sense of something terrible lurking in the shadows that, you know, and I think that that's the primary function of horror is kind of like exposure therapy, a safe way to, you know, look at the dragon in the eye. Fannst ykkur þetta ekki dýpa? Jú, hann þetta allan sem klísum en hvað heldur Kristel? Okkur heitur þú svona, okkur löðumstu að þessum ógeðum? Já, sko, fyrir að fyrsta þá löðust við að einhverju sem er skrítið. Já, það er eitthvað frávíkin. Já, frávíkshægðanir eru bara spennandi, áhugaverðar og ég teki eftir sko að konur eru meira í þessu true crime dóti heldur að kallar og horrormyndunum sko. Já. Sem ég finnst mjög áhugavert og eins og Ed Gein, þú veist, þetta er mjög sorglegt að hann elst hana upp með þessari ræðilegu móður og er algjörlega búin að afskræma kvenfólk fyrir honum sko. Og og síðan er hann í svona litlu tengslu við raunveruleikann og einangraður í þokkabót þannig að hann sko, mér finnst einhvern veginn að það er ekkert skrítið að hann fór einhvern veginn í þessa átt með hvatir sem hann skildi ekki í rauninni þannig að svo hann sjálfst verið eitthvað meira undirliggjandi hann hefði verið með slatta greiningum með hann væri sko krakki á okkar dögum sko. Algjörlega. En þarna líka er ekkert það er ekki neitt kerfi sem grípur neitt þarna, þú bara ert siglur undir rata sko. Svo bara svolítið skrítin hann á þessu tíma ekkert eitthvað mikið aðklofa eða bara svolítið skrítin þú veist, svona yfirleitt út í sveit í Wisconsin Wisconsin, sko. Og var alveg mjög vel liðin sko. Og hann á svo oft hann eldri bróður sem að hann drepur bróður sinn í þessum þáttum það er eins og það er ekkert sannað sko. Þetta er alveg
Nei, það voru eitthvað svona dularfullar aðstæður Ýmislegt sem benti til þess sko, og mögulega að það væri svona forensic tækni voru að daga, þá hefði hann kannski verið neldur strax fyrir það sko. En þeir voru vel innir og þeir voru svona handyman voru svona bara unnu alls konar verk sko, fyrir fólk í bænum og bara aðeins kom inn á þessu þáttum, menn Ed Gein var bara barnapía, hann var bara ógeðslega mikið að passa börn og virtist leið vel með börnum sko. Hann var alltaf yrt á foreldrana en gæti alveg tala við krakkana sko. Það er vantilega krakkar þau börn dæmaði ekki nema þau dæmiði mjög harkalega eru svona bara og hann myrti þess að barnapíðana Nei, það er ekkert sem að hann drepur hana í þessum þáttum sennilega bara því að sko, þá sem að þessi gæjar sem gerði það var bara langa að fá eitt svona alvöru einhvern veginn horroratriði og minna, það er náttúrulega hver er einhver feigari típa til í sýtlingi en barnapíðan 15 ára barnapíðan sem er þetta svona reyðleik og svo var þetta bara svona mest svona nasti svona morðsenan eða eitthvað neðin, þetta var svona ok sko algjörlega, en það er sem það er ekki svona hvarf þessi stelpa á þessum tíma sem hann var sem hressastur, en það er ekkert sem að bendillis og þetta var heldur rannsaka og það var þetta að pinna það saman sko. Þeim er alveg ákveðin vorkun það er þetta, maður skilur freystinguna að gera þátt þennan Já, ég maður staðlegilegt sko. Já, að þetta er aðal gæn the main og svo þetta sko það var bara í fyrsta öðrum þætti þá bara allt í einu var bara komið bara í Nazi Germany og ég bara byrja what the fuck og þá var mér hugsaði mig til odds þetta er strax komin svona filler svona Netflix filler sko. Þetta var allt ofurauglandi ég held að það er hægt að þjaffa þessu saman í 4 þátta sko bara hörku góða seríu sko. en að fyll upp í eitthvað svona Netflix kóta hefur verið too much og þá fara þeir alveg tegja svolítið langt og ég sé fólk líka kvart eitthvað yfir þessum tengingum sko við Silence of the Lambs, Psycho og Texas Chainsaw þar sem að alltaf voru komin á settið það alltaf vera skjóta legendary atriði úr þessum myndum sko. Mér finnst það pínuskríti Var það ekki? Jú, pínuskríti Gæti örglaði sérstaklega því að sko, það voru alltaf sko Charlie Hunnam er svo allt í nú komin í sko stað leikaran sem er að leika leikaran í Við erum að tala þetta ég og Tóti sko eins og með The Crown sem er bresku konungsfjölskylduna Netflix er alltaf að búa til söguna sko þannig er það bara að búa til söguna núna er bara fullt af fólki sem horfir á þetta en bara bara hann gerði þetta bara allt Já, en ég hafði svolítið gaman að þessum bíótengingum og mér finnst alveg, þetta var alltaf svona ákveðin leið til þess að koma því til skila hvað hryllingsbransin sko, skuldar honum en þá samt var ekki hægt að gera það alveg nóg vel en sko bara þessi Hitchcock sem var þarna bara, það var svo ólíkt sko Alfred Hitchcock er svona mest iconic svona fyrirbæri bara og gerði út á eigið útlit sko einhvern veginn feitur með bóla, bíta kinnar og svona svolítið mikill þetta var bara eitthvað svona rýr tittur sko og Anthony Perkins sem alltaf lék Norman hann munvist hafa reynt að láta afháma sig eins og kemur fram hana í þessum þáttum en þetta er samt svona á einhverju grensu sko hvað hafa gert mikið úr því að hann væri samkynhneigður það var einmitt, ég sá það líka gagnið eins og í Guardian sem að þessi þætti fengu eina stjörnu held ég, alveg örgulega, þá var einmitt að tala um þetta væri svona eiginlega too much sko exploitation sérstaklega með tilliti til svona kynja mála sko, þú veist, trans fólks og svo framvegis sko af því að hann er náttúrulega klæðið sig í hvernig föt og svo er hann einmitt Perkins, hommi þú veist, og þetta á að vera svona þess að sé eitthvað að þeim sko, þess að sé svona þú veist, þessi geðvila sé að mögulega einhver tengt þeirra, þú veist, kyni og þetta er svona hverju verið í aðanna sko, það er eitthvað svona problematist Mér veit að nú helst í hug sko að transhattararnir myndir stökka á þetta sko, en hann var náttúrulega ekki trans Nei, hann var það ekki Ég man ekki hvað þetta heitir, Dóra var að semta þetta er bara eitthvað G Já, þetta er bara ákveðin hneigð sko og þá, þú vilt ekkert vera kona en þú vilt einhvern veginn upplifa þig eins og konu, þess vegna er náttúrulega flá þessi lík og búa sér til svona kvenlíkama búninga Er ekki gynofília? Jú Gynofília, akkurat En og svo samt er þarna einhver bara þekkt transleikona sem að kemur þarna að sögu og var henni áttum ábýtu er hún
til þess að sína transfólki jákvæðaljósi eða er þessum sem Elon Musk vil núna loka Netflix að því að það fær transkarakter að vera þarna sko, ég veit það ekki mitt og annað sem hann halda að þetta verður bæsa sem yfir ok, mamman vond alveg bara lemur hann í hausinn með biblíunni og allar konur eru hórur og allt þetta sko en mér finnst bara allar konur í þessum þáttum vera vondar eða stórkostlega bilaðar allar vinkonan meinta kærastan og hún alveg bara fram á það síðasta þá vill hún þegar hún kemur og kveður hann og hún á mömmu sem líka ömurleg og ógeðslega vond við hana og ég hendi mínu stiga 20 sem að missa þig þegar þú varst fóstur og bara nákvæmlega þetta svona, einmitt, þú veist að taska á að vera þungt sko, þetta ástæðan fyrir ég hafði mig aldrei að horfa á damer sko þið veitir hvernig ég er mjög erfitt með hryllingsmyndir og ég var bara að horfa á damer ég bara, langar mig að horfa á eitthvað gæð mér eða, þú veist, einhverjar unga konur eða whatever nei, takk það einmitt, það er fyrst að ég gerir þá játningu líka ég kláraði ekki damer þú kláraði ekki og ég náttúrulega búin að vera sko með svona raðmóringja ég lá heilanum mjög lengi, ég lesa ógeðslega mikið þetta allt það og ég bara komið í kók á gæjum eins og Jeffrey Dahmer og honum Ted Bundy sem kemur þessu sögu, ég meik ekki þessa gæja og Dahmer, þetta var allt svo ógeðslegt og það var með ljót gleru og bara astnalegur, þetta var allt svo eitthvað líka svolítið eins og í task allt svona niður nýtt og sjabbi og það finnur alveg eitthvað svona fítu kleprana bara sleikju niður öllu heima hjá honum mér finnst þetta ekkit svona, þetta ekkit eðla áhugaður svona siðferðislega spurning, þú veist, bara þessi áhugi sem á svona true crime málum, þessum ráðamörgjum að, þú veist, þessi miðlar, þessi podcast og þessi þættir að vera að gera þessa þætti að vera eitthvað ég veit ekki, sensationalize þetta bara eins og okkar maður að tala sko, þetta er ótrúlega áhugavert þetta er það, þetta selur þetta selur alveg, og bara allt, þú veist, það er bara þessi true crime podcast náttúrulega, þetta er bara svona bara bjánar bara sem fá hljóðnema og þeir eru bara ókslega vinsælir bara þeir eru að tala eitthvað glæpi sem það átt í stað sko. Þú veist, þegar maður horfir á þætti skilur, sem eru bara að skrifa þér og les glæpasögur og eitthvað svona það gerðist ekki, en þetta er bara fólk sem bara, þú veist, var bara myrt það er bara, það er þetta þegar þú veist að, og þá er alltaf með svo, hvernig getur þetta verið? Hvernig getur manneskan gert þetta? Svo að Charlie Hunnam að leikan, hann fór bara gröfin hans og eitti þar einhverjum löngum tíma sko. Heldur betur sko. Hann tjáði sig líka það í viðtali sko. Ég geti verið með einhverjum í klippum bara í allan dag, bara að spila klippur það er búið að dissa hann finnst mér svolítið mikið, en ég hef aldrei fílað hann gæja Really? Ég meina, hann væntanlega að leika Ed Gein, hann tala svo arsnalega, ég gef mér að Ed Gein hafi minn tala hann hefur talað það í viðtali það til ykkur ein hljóðtaka og hann komst í hana en það var bara eitthvað svona 3-4 dögum áður en hann var að byrja að taka upp sko en já, það sko allavega þeirra tilgýtt að þeirra ætla að gera Ed Gein og ég var mjög spenntur svo að Charlie Hunnam, ég skati ekki séðan að gæja fyrir mér sem Ed Gein, en hann kom mér bara skemmtilega óvart, mér varst hann mjög góður það er líka eitthvað verið svona æsa sig í hansi og massa þeirra svona sixpack og svona stæltur en ég menna, gæi sem að vinnur á bóndabæ allt sitt líf þetta held að hann sé ekki alveg köttaður ég held að mér varst kona sem að, ég veit ekki hvað hann heitir leikona, sem leikmömmar, hún var best í þessari seru já, Laurie Metcalf hún passaði vel að er það ekki það? Hún Ágústa Gein, hún hefur eiginlega fengið mestarhósið sko og samt þetta er bara svo eitthvað, þetta er svo dæmigerð, eða hún er náttúrulega orðin þessi tegunda mömmu sem að leikur strákinn sinn sko en þetta, hún var ekki góð Nei, hún var hrikaleg mannska en hann er náttúrulega, það er svo samt ekki fyrir hann líka, sko, hún er alltaf hamar á þessi þáttum, sko, enginn geti elskað þig nema mamma en enginn nema mamma getur elskað þig heila þóttur, alveg andlegt ofbeldi og líka, sko, hann er alltaf svo ósjálfberga að sko samt að mest að fyrir það því hann er náttúrulega eitthvað elda og flá og svona alveg flinkur í höndunum en hann bara þegar mamman hún fært heilablóðfall svo deyr hún, hann er náttúrulega bara bjargarlaus sko, kann ekkert að getur ekki fótast í lífinu það er náttúrulega, má ekki ala börn svona upp sko svo fær hann náttúrulega sjokk þarna bara þegar eina manneskjan í hans lífi sem hann er náinn bara farin þannig að það er alveg mikið sjokk fyrir manneskju sem er líka svona veik
og líka því hún var þá búin að fá hann áður heilablóðfall og hann alltaf þá er hann orðinn svona umönnunar aðeins Já, sko, þá fær hann líka vantilega eitthvað tilgang sko Já, akkurat og svo hinn sko stærri eldri bróðurinn, hann var náttúrulega greinilega lét ekki að bela stjórn sko, hann var eitthvað að deyta og svona Já, hann var greinilega venjulegur Það venjulega en samt svona repelin í fjölskyldinni þá og svona líka talaði oft sko for reals, bara sko stóð oft upp í hárinu á mömmu og svona og það þótti Edgín mjög erfitt því að mamman nánast heilög sko. Já, akkurat Þannig að hvort sem hann var drepinn eða ekki, en svo hefur líka komið fram að Ed var alltaf uppáhaldssonurinn á þetta var mér hugsað bara allir Andrésar prins sko, uppáhaldssonur Elisabetta og bara, það stendur eftir bara eitthvað kolbrenglað inntak sko Já, nákvæmlega ég einmitt, þannig að gastalega, þú veist, fannst þér auðvitað að fylgast með svona framvindunni og þú veist, fannst alveg bara næsti þáttur, 7., 7. þátturinn, 7. þátturinn, 8. þátturinn, bara veisla, halda áfram Já, sko, ég tók þetta allt helgina, sko ég var næstu að gefast upp í endan en ég held áfram en mér var svolítið fyrst þegar að byrja að koma svona bíómyndunar og svona tengingarna þar, þá var ég fyrst alveg byrju hvað er gerast nú? Þú veist alveg, svo klikkaði það sko hjá mér þannig að ég fattaði það en já Þetta var líka bara, sko ég var á hrifin að þessum bíómyndutengingum svo greinlega bara, þú veist, það var bara langað ógeðslega mikið til þess að svona endurskapa þessar legendary senur og ég var samt svolítið full og móðgæður hérna út í sturtusennu og Psycho, af því að það er allt löðrandi í blóði sko að því að hnífurinn snertir Janet Leigh aldrei í sturtunni sko, það er eiginlega eitt af sko masterstrókunum hjá Hitchcock að þú sérðir þetta fyrir þér en þú veist, þarna er þetta alveg in your face bara, Já, einmitt En ég myndi mig líka sko, nú er þessa myndir alveg frekar gamlar fyrir unga fólkið í dag sko. Já. Þannig að það er kannski verið að gera þessar tengingar að því nú er unga fólki að horfa á þetta bara ekkert séð, Psycho Já. Það er bara hárrétt ég meina Psycho er sko 1960 Já, ungi krakkar er ekki búin að sjá það maður Nei, og þetta er líka, ég hef nú ekki tjekka á þenni það er ekkert endilega mjög aðgengilega á streymi, þú veist, þú getur að finna þetta á Netflix eða Prime, sko Nákvæmlega Já, það er frábært punktur sko. Ok, en sem sagt, mér varst það allt í gúti, sko, en þetta, sko, það var svo mörg nasista atriði, sko Já, hvað það? Það er þarna, ok, nú þarf bara, veist, Filler Netflix sagði bara 8 þætti takk og bara, hvernig var, Hvað er að gera? Hver þáttur er langur? Það hefur verið þannig sko. Og náttúrulega legendary, Ilse Koch, Buchenwald-tíkin, eða hvað hann kallar, sko. En hún var náttúrulega ekki svona, hann náttúrulega búið að sexa hana vel upp, sko, hún var ekki svona mikið viksen, sko, frekar ógeðslega. Og svo eru bara engar heimildi fyrir því að hann hafi spáðið henni, sko. Nei, ekki náttúrulega það fundist einhver blöð eða bækur eitthvað sko, útrýmingabúðnar, en það er ekkert og engin tenging við hana, önnur en að henni var gert að söka hafa átt lampaskerm með húðflúraðri húð af gyðingi úr Buchenwald en það tókst ekki að klína því á hann að vera réttarhöldin sko. Það var ekki hægt að sanna þannig að allavega hvað sem að heima hjá honum í hryllingshúsi það voru lampaskermar og það var alls konar belti og bólstraðstóll og eitthvað þannig að þú veist, hann Pælið gæti að tekið upp á sig á sjálfum sér eða fengi grunnhugmyndina úr útrýmingabúðunum Pælið að vera löggan þegar að mæta vantar hérna búðareigandi sem er horfinn og við rákum þetta heim til þín býtu nú við, hann var ekki heima þegar þið komið heim hann var að þælast holy shit eins og þetta er sett fram í þáttunum þá er það sonur hinnar myrtu sem er deputy í löggunni og finnur afhöfða lík móður sinnar hangandi en það var nú ekki þannig, það var löggustjórinn sheriffinn fór inn í hlöðinu og sko gekk á skrokkin, hann rak sig svona í og hvað, þetta er reyndir ég sé alveg fyrir mér að þú veist, þeir að vera svona framlega þessa seri, að svona fara búina til að það verið góð hugmynd, bara heyrðu ok, Edgín, það er ekki nógu mikið efni en ef við setjum inn, þú veist, allt þetta svona þú veist, spyrjum áleitina spurningu samfélagið þetta er góð hugmynd á
þú veist Já, allavega eins og Góð humd í orðið en ekki að borðið Já, sérstaklega þegar svo Charlie Hunnam sagði þarna þegar þú varst að spila þetta sko að hvor sko raunveruskrimslið þessi skemmti strákur eða kvikmyndagerðarmennir sem exploituðu hann nákvæmlega eins og þið eruð að gera motherfucker sko hvað er þetta meina Einmitt þetta eiginlega sko grófasta exploitation og Ed Gein sko frá upphæði Það er bara, einmitt, það er einmitt það sem að Guardian gagnrýnandinn talaði þetta er bara En þetta er náttúrulega alveg samt ógeðslega heillandi ég var mjög heillara Ed Gein fyrst í erðumann sko þá var ég hryllingskursarni í háskólanum og talaði sko hann sniði sér svona mussur úr húðum kvenna og svo svona dansaði í tungsljósinu sko, í þessu sko En betur en var bara engin önnur ógeðsleg manneskja til og undan Ed Gein Jú, en það kannski ekki, sko, ekki fundist svona sko þetta er allt, þeir ganga bara inn í þetta hús og svo bara ég er svolítið lyktfæling ég er alltaf þessum bara hvernig var að búa þarna Þú veist, það er eitthvað rotnandi í hverju einasta horni sko. Og líka þarna inni, hvað ætla hann hafi verið lengi með þetta líka þarna inni á borðinu? Mjög lengi bara En svo náttúrulega þetta byrjar ekki fyrir eftir að mamma deyr og hann náttúrulega sagði frá því við yfirheyrslur hann ætlaði að sækja mömmu sína en það tókst ekki eins og í þáttunum þá tók hann bara næstu gröf sko. Og svo var hann alltaf targetað konur svona á þessum aldri Það eru 54 ára og 50 og eitthvað þessar tvær sem hann drap klárlega sko. Og svo bara hann hefði verið sko áskrifandi á mokkanum því hann las alltaf bara minningagreinar og dánatilkynningar og rauk svo út í kirkjugarð taldist til sjálfum hann hefði farið svona cirka 40 sinnum í kirkjugarðana sko. Einmitt sko Já, þetta er áhört mér finnst eiginlega sko eins og við erum búin að tala um bara einhvern veginn menningin í kringum hann áhugaverðari heldur en hann sko. Já, ég alltaf menningarleg áhrif hans ég er mjög þakkláttur fyrir Psycho og Texas Chainsaw og Silence of the Lambs Algjörlega sko Já, svo var hann eitt, þetta er náttúrulega galið þetta er, sko, við erum komin að þátt 7-8 þá er þetta bara komið út í einhverja Ég sá nú aðeins 8 ég skil ekki hvernig hefur verið að hraðspóla gegnum því hann er náttúrulega svo brotakendur sko þetta er náttúrulega söngleiksatriði Þegar allir ramurugjarnir koma hann vil bara þakka þér fyrir hann er alveg að deyja Ég draf báta og þá bara koma allir legendary sporgöngumennans og þakka honum sko fyrir þetta gæti alveg verið í haustum á honum en ég samt efast hann að haft endilega hugmyndaflug í þetta sko Svo voru gæðir hann sem að töluðu við hann þegar hann átti að hafa verið að hjálpa það er það sem ég er að koma þetta er sett bara þannig fram eins og hann hafi verið að aðstoða FBI við að hafa upp á Ted Bundy sem alltaf geði ekki og þá komuðu þeir bara stigu bara út Mindhunter þetta er náttúrulega bara sama koncepti sömu gæja, þeir líta alveg eins út gæðinir sem eru ránir í þessa lögreglumenn sko. og svo eru allavega þeir tala við fleiri ráðmóringi þarna og það var alltaf tveir þeirra léku þessar típur líka í Mindhunter þessu rétt sko skórungarinn og einhver annar Akkur tókuður ekki gæðan hann sem að var í Mindhunter hefur séð Mindhunter? Já það er góð þetta ótrúlega þegar hafi cancelaðum sko galið þetta er Netflix cancelaði David Fincher draf þetta sjálfur sko hann hafi ekki tíma sýtuna vitlis en af hverju tók ekki hann að gæja með yfirvaraskeggi og glerun sem tala svona hann er svona stóra feitur hann var í Mindhunter og var einn af þessum sem þakka honum fyrir minnst það miklu áhugaverðari karakter Kemp heitir það ekki? Ed Kemp af hverju tók hann ekki? Bara spyr góðar hugmyndir hérna en svo er spurning, þú veist, hver kemur næst af því að Ted Bundy var þarna það er búið ákveða Lizzie Borden sem að, gerst 1892 ég hef enga trúið Nei, ég held að þeir væru að taka 8. þáttin síðasta í að tengja yfir í næstu seri sem er í Ted Bundy ég fannst það einhvern veginn, en það er greinilega ekki sko. það atriði þar sem hann er að drepa þessar tvær konur er mest, það er ógeðslega statrið í þessum þáttum mér finnst það sko þið finnst það nei, en allavega auðvitað kom Ed Gein aldrei nála því að hafa upp á Ted Bundy og það er búið að sko refan í Silence of the Lambs náttúrulega með Buffalo Bill sem að klæði sig í húðir og allt þarna er eitthvað verið að gera svona smá Hannibal Lecter hann sé bara ógsta klár þú veist eitthvað en veistu hvað mér finnst óheðalegt af þessu fólki sem er að búa til þess að þau láta eins og það sé svona þú veist, hann var bara ímyndst þetta
þú veist, þetta allt svona, það öll aðri í svona þáttum bara, allt sem að þú svona getur ekki veist og getur ekki staðfest sko. Já, ég meina kannski hann bara ímyndum þannig að maður veit eiginlega aldrei sem er pirrandi við þetta er náttúrulega peysið og bara hvernig það er einhvern veginn halda áfram mann leiðist ekkert eðla oft og er bara ringlaður og veit ekki hvað og maður veit aldrei hvað er að gerast og hvað hann er að ímyndir Nei, það er sko skilnir og óljós sko. Þetta flakk sko. Erum við hausnum á honum, erum við ekki hausnum á honum En ykkur eitthvað svona uppáhaldsandri í svona það kemur alltaf með þessu opáslega erfiðu spurning Ég var bara blank í hausnum við svona spurningar Ég skil það ekki eðla vel Ég er nefnilega mjög fegin að þið erum blanka því ég er líka blank Mögulega gerum við aðrið sko í stólum Svo maður náttúrulega gæti líka eitthvað sangirna fannst mér þetta fara mjög vel á stað og hérna, já, það voru flott skot og svona spooky tökur og stemning í fyrstu þáttunum sko. Sérstaklega fyrst þetta, þá var maður með eitthvað svona samhengi og hann dreipur bróður sinn og það er eitthvað svona gerast svo fer þetta bara út í eitthvað rugl Já, en hann dreipur bróður sinn og bróðurinn stendur strax upp og fer að tala við hann drafst hann ekki? Já, þú veist að ímynda þetta einmitt En við fórum að vita það allan frekar fljótt að hann var að ímynda Já, þá voru skilin nokkuð En eftir það atriði, að maður samt allan tíma bara býtu nú við þegar við duttum inn í fyrsta partí hjá Ilse Koch eftir það var maður svolítið bara Ég sver að talar hann ekki á einhverjum tímapunkti konuna, hann stelpuna hvað heitir hún, Alf í hana kærustunans sem er ekki til í alvegni Já, hann var til í einhverju mynd sko Já, talar hann ekki á einhverjum tímapunkti í fyrsta eða öðrum þetta það hvort hún sé ekki dáin eða eitthvað Hann drepur Nú síðan kemur eitthvað svona Oh, you're alive You're okay sko, Er hún ekki svo sem hann drepur er í styrtuatriðinu í Psycho? Jú, já. Ég skil ekki neitt Ég er svo ringlaður Kannski var hann að ímynda sér að hafa drepið hana Nei, ég veit það ekki, þess maður veit það ekki Ég er ringlaður reyður eftir að vorta þetta En það sem ég fannst best kannski maður tekur það svona atriðin sem stýra honum það kannski finnst mér best en ekki þetta auka rugl sko. Ég mynda mér að þau þurfa að setja inn eitthvað þetta er svo einhæf criminal history hjá honum að það þarf að búa til eitthvað meira Smábær húsið sem var í alltaf grafir skinn 2 morð þú veist það hefði ekki að vera bara 1 þáttur ég alveg stend klárt því 4 þættir já það hefði verið fínt og þá er að því að mér fannst alveg þessi bíómyndatenging ég var hrifin af henni en svona spurningum útvæðsluna og svo líka náttúrulega mjög pirrandi þegar þau leifa sér líka einhvern veginn að fara sko, að skálda og fara svona fjálglega með staðreyndir þar sko. Come on sko. Þetta er voru nálægt okkur í tíma og þekkjum öll þessar myndir eða sögun á bakveðar svona þannig Algjörlega En nú fór hann á réttargeðdeild eða ekki? Jú. Og svo er hann í endan hann á réttargeðdeildinni og er að tala í þennan síma eða hvað sem það heitir talstöðarnar keypti sér 3 talstöðar og senda til Ilse Koch og transleikonuna já blessu ekki inn hérna og síðan var þetta ekkert sent og svo bara kom í ljós að hann var bara ímynda sér þetta var bara að svara sjálfur eiga samtölin við sjálfa sig mér fannst það svolítið spes og svona hann hefur kannski ekki verið alveg svona rétt að geta deildinni sko Nei Það var atriði í þeim þegar hann er komin inn á hennar spítala þetta geðsjúkrahús sem að fólk var mjög ánætt meðvíst á samfélagsmiðlum það er þegar læknirinn er að útskýra fyrir honum bara hann er búin að vera ímynd sér þetta allt Hvernig fannst ykkur það atriði? Mest það mjög flott Já, það var hefst Svo líka tekur hann, hann rann frá Vélsög að á spítanum líka og sagar sundur eina hjúkuna sko og fólk er eitthvað, byrju drapa hann hjúkuna Nei, þetta er óþolandi þetta Svo var hann bara, ert þú á lífi? En það er náttúrulega merkilegt sko þetta er líka, hann er náttúrulega þannig átlokkur tíma hann deyr 84 1984 deyr hann úr krabbameini Þú varst til þá það ekki? Ég heldur betur Ég var ekki til Nei, ekki heldur Eitt af bara uppáhalds árunum mínum Djúran á fullu og Live 1 árið eftir og hann mista Live 1 Nei, hann var þetta var nokkur 2 geðsjúkrahús eða 2 réttargeðdeildir sem hann er á og hann var mjög vel liðinn var aldrei vesen á honum og bara mjög kurteis og var áfærslega komur eitthvað fram með það duglegur í tómstundum og hann bætt á sig kílóm hún leið aldrei á ævinni jafn vel og eftir að hann fór inn á geðdeildina Nei og þetta hefur líka orðið til þess að það er fullt af fólki sem vorkir hún sko Já
Við erum að tala það bara TikTok-myndbönd það sem bara svona sorgartónlist undir og myndir á honum og bara svona hann liði svona og svona og bara eins og það hefur ykkur harmleikun að nafi Þetta er hann alveg vorkunni fyrir ykkur leiti en það breytist ekki því sem hann gerði og mér veist þetta líka einkenna svolítið hennan Ryan þarna hann rosalega gjarna að vera með eitthvað svona samúð með vondu, eða morðingjum og þetta náttúrulega bara eiginlega stundum painful í þessum þáttum hvað samúðin svo mikið hans megin aumingja en svo líka nú hef ég mikið náhuga réttarsálfræði og hvað þannig að þetta svo svart og hvítt í samfélaginu góðir og vondir að þetta alveg meira grátt heldur en þetta gefur til kynna í samfélaginu og fangar geta verið fórnarlömb en fólk vill ekki vita af því þannig að þetta bara vonda fólki en svart og hvítt tvíkjan okkur fá hjálp og það ástæðan fyrir að við erum að kannski ekki vorkun fyrir það sem við gerðum þannig alltaf hræðir þetta sem við gerum að það einhvern veginn að taka afbrotið frá einstaklinginum þú ert ekki gjörðir með einar Nei, algjörlega, ég man eftir úr svona afbrotafræðafungi sem ég tók í skóla back in the days það er ástæðan fyrir að fangilsi eru betrunar við erum að reyna betra allavega á pappir fanga þetta á ekki bara að vera þetta á ekki bara að vera refsing Nei, en það líka það líka samt það er trámi, það gerist eitthvað í lífi brotamannsins og þá alltaf komin einhver skýring en það líka alltaf að rögla saman skýring og afsökun og það ekki réttlæting fyrir neinu sem að gerði að mamma sagði verið ömul og brotaði niður en þá kemur alltaf þetta alltaf meikar eitthvað sens en sem bara fínt og þetta hún alveg vorkun en það svo bara allt hvernig allt notað til þess einhvern veginn að hlaða upp það útskýrir en það réttlætir ekki svona ekki svona í raunverð en þessum þáttum var ekki síðast þáttum þá kemur einhver hjúkrunarfræðingur Já, Edminn, það nú svo margir búnir að fara illa með þína sögu, viltu ekki bara skrifa sjálfur? Nei, það bara aumingja þú. I think they've done well with that. I don't think I have to do that. Ekki nána vel? Jú, það nána vel. Þetta er skrítin persóna manneskja, því hann náttúrulega virkar svona, hann einfeldningur, en svo hann samt stundum alveg bara dýjusli klár það svo þegar að vera yfirherran og bara nei, hvað hefur verið fyrir því? Viltu ekki bara fara heim og skoða byssurnar mínar og athuga hvort að það hefur verið viltu ekki bara líka hann var ágætt og góðu nemandi í barnaskóla, fljótur að læra að lesa En að þeir erum að tala um þetta hvernig Ryan Murphy að svona fara too much í að skilja mannlegu hliðina einhvern veginn sagði hvernig hann mamman segir mætt þarna og þú gerir okkur fræg og eitthvað svona þú breytt Edmund ég vissi alltaf eitthvað orðið þú breytti heiminum hver punktur með því að þetta maður fara rosa mikið svona filler vibes kannski mögulega geti hann vilja hafa þetta fyrir sína síðustu hugsun en líkurnar á því að mamma fær allt í einu bara og kannski var bara þráin eftir því getur mamma einhvern tíma sagt eitthvað eitthvað viðurkenning þú gast þó þetta svona oft tala reynd svona beri í svona bettiflokka fyrir svona efni að fórnarlöfminni að fá svona athygli og þólendurnir að fá fórnarlöfu einhverja eitthvað Nei, þetta var líka þetta er bara einhverja konur sem eru drepnar það skýtir einhver meli og svo er þetta líka þólendur náttúrulega hafa hann bara myrt þessar tvær þá eru líka þólendur sem náttúrulega afkomendur allra þessar kvenna sem að 9 konur sem hann svívirðir algjörlega yfir grófa dauða en þetta var líka gagnrýni á mennendastættina minnum að það aðstandendur og ættingjar þeirra aðri aðstandendur hina myrtu fóreldrarnar voru bara ekkert alveg all sátt við þetta Nei, einmitt þar voru, einmitt foreldrarnir svona álitamál hversu mikil skrimsli foreldrarnir væri þeir voru náttúrulega algjör monster í þeim þáttum og svo líka Nú þarf ekki að horfa þeir væri með eitthvað svona sifjarspelskendir sem að þeir kannast ekki en þeir voru líka fúlir þeir geta náttúrulega þá tala
Já, þeir voru mjög fúl. Og þá fór hann að verja sig hérna, Ryan, já, nei, þetta nú bara að hjálpa þeim að svona fá endur upptöku, sko, svona, ég bara sitja kastljósa málið, en svo fengur það. Það eitthvað, mér finnst eitthvað sóðalegt við þetta, að vera svona að búa, þú veist, ég ekki, og svo horfi ég á þetta, þannig ég bara með, þú veist, með sigur alltaf. Mér finnst alltaf að rekja, sko, alvöru sakamál, en það voru það helst að, þú veist, það voru að vera heiðarlegur, eða, voru að takmarka skáldaleiði, sko. Já. Og, þú veist, ef það er ekki hægt að sanna hann að myrti þessa badfóstur, þá átti ekki að láta hann drepa hana, sko, í þessum þáttum. Þetta svo hættilegt, svo mikið af fólki sem heldur bara núna að þetta sé allt saman. Þegar þú varst að spyrja hvort hann ekki drepa ykkur að bændur, sko. Hann hljópa eftir þeim sveiflandi keðjusöðinni. Já, með grímun á sig, hann bara alveg eins og leðurfeis. Já, sem þá er náttúrulega komið hringauks að það er engar heimildi fyrir því að hann hefur nokkuð tíma verið að sveifla keðjusög, sko, en þá er, hænan farin að kenna egginu eða ekki að kenna hænunni. Akkurat. Nei, ég er svona eiginlega sammála því að, þú veist, hvað er vandamálið? Þú veist, 8 þættir, ekki nóg mikið efni, þessi gæi er ekki, hann stendur ekki undir. Hann stendur ekki undir svona hann er legend, 8 þáttum, sko. Hann er legend, fyrsti morðingi til þess að gera það sem hann gerði og bara flottur og ógeðslugur. Já, hann er svona brautriðandi. Bara algjör brautriðandi og takk Ed Gein fyrir þitt framlag til þessara kategóriu. Er skrítið að segja þetta? Nei, bara takk fyrir Psycho. Takk fyrir þitt framlag. Monumental mynd. Þetta er ógeðslega skrítið hvernig það tala þetta. Þetta er mjög skrítið. Hann er áhugaverður, sko. Þetta er örugglega miklu líka áhugaverður persóna en kannski er verið að reyna að vinna með þarna, sko. Eitthvað neginn, þetta ekki. En það er bara, maður er eiginlega smá að meista, hann hafi bara fyrir að þeir hafi fattað þó, þú veist, 1997 bara, já, heyrðu, þessi maður er veikur að geða. Já. Maður svona ímynda sér að þá hafi fólk verið bara, geðsjúkdóma, það er ekki til. Beint í fangir sem við, þetta maður refsar. Skitsofrenjan var nú alveg, hún var alveg viðurkennd. Hún að reyða sér til rúms. Já. Ég var til að tala við þennan kall, sko. Ed Gein, já. Ræða aðeins við kallinn og við höfum að fá miðil í þáttinu. Nei, þetta var annarlega, já, svona arfleiðin er alveg frekar cool, sko, en þetta var svona einhvern veginn, þetta hélt ekki alveg og náttúrulega 7 þættir hefði strax, þessi síðasti þáttur var svo far á, sko. Ég skal sko, þættir 1-3, ég gætt hort á þetta, mjög ruglandi 2-3, fyrsti þáttur mjög fýtt, bara solid. Þáttur 4, guðum góður, sko, þáttur 4 og 5, jésús, ég er mjög fein að hafa gjort á þátt 6 og 7 og bara hort svona hratt yfir 8, sko. Þetta er horror. Þetta er eins og að vera svona svindla fyrir í prófundubúningi. Kemur hérna hálfa ólesin. Já, ég gerði það nú oft. Nei, sko, þetta er svo Psycho er náttúrulega svo stórkostleg mynd og á svo flotta sögu að þetta er sko... Er ekki endurgerð með Vince Vaughn betri? Nei, shit maður. Og Anne Hess, þessu sem minni kennar, hún leikur Marion Crane hérna í styrtunni og Gus Van Sant, sko, hann alltaf endurgerir bara Psycho frame by frame, sko, hann líka, hann fer ekki í svona glannaskap í styrtunni eins og þeir gera hérna í státtum. Ég það er samt svolítið gaman að þessu blóðsulli, eða svona þessum brutalisma í styrtunni hérna en Hitchcock er með sterkar atriði svartkvít, sko. Já, alveg Hitchcock. En sko, hann gerir þessa mynd, sko, hann er búin að vera að gera hérna sjónvarpsþætti, Alfred Hitchcock eitthvað og hann bara gerir þessa mynd bara með sjónvarpskrúnu sínu, þetta er sko ódýrasta myndi sem Hitchcock gerir og svo sem hann alltaf græti mest, sko. Og húsið, alltaf Bates Motel er alltaf legendary og maður svona stundum fannst maður að vera komin inn í það þegar maður var inn í einhverjum byggingum hérna. Mjög flott, sko, svo náttúrulega getur þetta svo kemur subgenran, sko, slasherinn kemur Psycho, þannig að við getum þakkað bara Ed Gein fyrir Michael Myers og Freddy Krueger og bara allt mögulegt. Nákvæmlega, bara einlega hryllingsmynda genrað bara. Já, en sko það allavega svona Psycho er klárlega svo Robert Bloch sem að skrifa bókina, hann bjó hann í Vince Corsin, sko, hann er að skrifa þessa bók Psycho bara 35 kilometrum frá staðnum þar sem atburðir eru að gera. Það er þannig. Já, og sko var byrjaður, Ed Gein-máli kemur ekki upp fyrir hann, hann er bara eiginlega búið með bókina, sko. Það séu svo bara hvað er þetta, 57 sem hann er handtekinn og
59 blokk að klára bókina og 60 hitt sko bara komið með bíómynd bara gerist rætt sko gerist mjög rætt klikkað algjörlega klikkað og ég mikið heit sko, ég veit ekki hvort hann hafi einhvern mann grenja svona í alvörinu utan í ölmukonunni sinni að hann hafi skapað skrýmsli með sæk og eiginlega bransan sinn sko. Ein spurning bara, eitt sem bara kóróna, hvað málum með þetta þegar hann segir að horfa á gestina fyrir utan kubba já, þú veist, og að horfa inn eitthvað svona og svo kemur konan og sagði ég að fara að bíó til bíl og hann segir okay mother það var svo bara allt, þá líka bara Charlie Hunnam svo komin það ekki, þetta einhvern veginn, ég held að vera tenging, ég held að Hitchcock ekki verið með mömmufettis Nei, svo það Texas Chainsaw Massacre og svo Silence of the Lambs og svo var það 72 og mynd sem heitir Three on a Meat Hook Nýtaði Seymour Byrju hvað það og svo Deranged 1974 það svona hún þykir að fara svona komast næst í að lýsa ferli hans en þetta eitthvað svona dramedía sko. En þannig að ef einhverju að hlusta sem ekki búin að sjá þessa hætti þá mælum við með því að við komandi horfi mér finnst það sko svo einmitt taldu viðtökur ég kíkti þarna á einhverja íslenska kvikmynda á menn og eitthvað og fólk bara frekar reitt sko yfir hvað þetta lélegt og bara ætlar að hætta eftir 2 þætti, 3 þætti og allt það sko gaman að heyra skoðanabræður mínir í kvikmynda áhugunum séu sammála mér alla jafna skoðanabræður mínir svo þarf ekki alltaf að vera bara eitthvað ógeðslega gott þetta er áhugavert á svo mörgum levelum ég get alveg haft gaman að þessu en ég náttúrulega með ADHD og ég 54 þannig ég var orðið svolítið náttúrulega rugglaður stundum hvað erum við stödd núna hvað að gera sko þetta var way too much way too much, segir Oddur mikill rugglingur hvað það ekki bara, við vonum að þetta í klukkutíma núna og hlutinni, þetta líður það þegar maður hefur gaman það bara þannig en þetta ég nefndi eitthvað sko sem sagt fyrstu 2 Damer og bræðurnir þeir fóru beint í fyrsta sæti þessi tókst það ekki það heitir eitthvað Wayward það ekki sem að komst ekki yfir það já, sem eru aðrir svona hryllingsþættir ég þarf að tjekka á þeim ekki nýjir hún svo creepy þetta er nú nummer 1 akkurat núna Monster The Ed Gein Story þetta er nummer 1 það er eitthvað heillandi við þetta Wayward ég hef bara ekki haft tími í þetta svo er eitthvað True Haunting það er bara hrylling hvað er oktober það eru Reykjavík hvað er í gangi en sem sagt sko svo þetta var allt allar sem sér hafa verið svona dansa undir 60% í Rotten Tomatoes en Damer er ennþá að tikka og er ennþá með sko vinsælasta efnis Netflix á ensku og Mendes bræðurnir hef alltaf verið svona telja inn þannig að sko Ed Gein gæti komist yfir bræðurnar sko með tímanum en þetta er einhvern veginn svona næstuði samt að þetta sé einhvern veginn misfæðir hjá þessum Ryan svo sem að gerði hann ekki nýttök ég held að var það málið? Ég held að ég vissi ekki ég ætla ekki að fylla, ég held að sem að voru frábæri þætti þá kallar þeir hægt að vera frábærir það er svolítið svona þetta er svona að halda dampi sko en jú, þó að Oddur þetta muni aldrei horfa á þátt 5, 6 og 7 þá ætla ég svona mæli nú með því að maður reyni að komast í gegnum svo er alveg fullt af fólki sem finnst þetta bara mjög gott við glemum því þetta er alveg þessi verði þá þetta sé svolítið langdreið á köflum sérstaklega einmitt fyrir væntanlega það ekki áhuga fólk sem hefur mikinn áhuga á honum True Crime True Crime það mun að horfa á þetta en hann náttúrulega hann náttúrulega bara skildi eftir sér við yfirslegt hús með alls konar sýningargripum og fá morð og stuttu tími aktífur sko er þetta að skoða þetta hús í dag? Nei, það var kveikt í það var kveikt í? Hvað kveikt í? það er ekki vitað einhverju verið svo meina að það hafi verið löggan, sonur konunar sem hann draf sko svo líka bara einhver í bænum þetta, af ótta við þetta er svona tourist attraction sko það er bara stöðut rennir í sko akkurat svo var leggsteinum að stólið, það var ekki lígi það var svona deitt kirkjugarsen á Halloween þar sem að
einhver gaur stendur í kirkjugarðinum og horfir og allir bara byrjast Norman Bates og svo kemur bara Leatherface og bara hvað Já, hann alltaf eitthvað, það var loka serían loka senan, ekki? Nei, var það lokasennan? Já, jú, getur ég Já, söngleikurinn var aðeins Það sem hann eitthvað veifar þeim og eitthvað glaður Jésús, almatur, hvílíka drasli Sjálfsagt eitthvað bottom line hann vildi náttúrulega bara viðurkenningu bara fá ég til, sjáðu mig Akkurat Elsku kallinn Það er ótrúlega þegar ekki tekið Ted Bundy meira sem ég hugsa kannski taka þér Já, hann kannski eftir, hann bara svo ég kom með meir upp í kók og honum en damir svo það eitthvað svo Dóra var að segja þegar Ted Bundy byrjast, hún bara alveg Já, hann svo slísi Já, því hann líka bara eitthvað svona svarthól það ekkert að stúdera Ed Gein alveg, þarna ertu með eitthvað Spaceman Ted Bundy var eitthvað bara nasty ass creep En það má líka alveg það sem ég svona true crime buff að það eru líka eldri mál heldur en Ed Gein eins og Albert Fish og einhver Bell held ég hún var eitthvað að fá alltaf börn til sín sem voru heimilislaus og var að eitthvað að drepa þau þetta var alveg frekar sjúkt þannig að það alveg eldri Albert Fish var eitthvað pedofíl sem var að éta börn og eitthvað þannig að það alveg til meira fólk eitthvað svo fókusera á einmitt þessa kalla Já og líka sjálfsagt náttúrulega hann náttúrulega bara fyrir náttúrulega þessi áhrif sem hann hefur haft í popkúlturnum eða í reytingum þannig að hann náttúrulega ekkert sjálfur svona einhvern veginn líka hálf obskjúr einmitt, akkurat var ekki þannig þegar ég segi fyrir það er Ed Gein næst bara í Monster og þú veist ekki með ég segi ekkert hvernig það var bara ekki hugmynd Nei Þetta var geggjuð greining Erum við búin að er eitthvað punktar sem þið komið með sem við höfum ekki farið yfir það? Ég búin að tæma mína punktar Ég bara með 16 blaðsir núna ekki 30 eins og síðan ég nenni ekki að fara í gegnum það Jú, það er alls konar eitthvað Já, allavega bara til dæmis, það er ekkert sem að reynst stóðum til það að hann hafi verið nárið eða mann þetta og hann sagði það við yfirslur það var svo mund líkt að hann bara klæði sig í Já, og horfa á þær svo bara, hann hafa alveg verið með fyrsta líki sem hann næri sem á að staðgengill mömmu svo hann verið að sækja sér félagskap fyrir mömmu maður sé fyrir þetta bara svona stelpa með dúkkurna sínar í tebóði hei mamma, hérna komin svona vinkona handa þér, ég tala við hana Eitthvað hann hefur líka verið ógeðslega einmanna held ég bara, ógeðslega einmanna sjúklega, þeir voru bara bræðirnir höfðu bara hver annan og þessa mömmu sína sem var ekki bóta en hann var ekki náriðl og hann borðaði ekki lík ekki samkvæmt, það er ekki sem líka fyrir þannig að þetta þá erum við komin út í svona glannalega túlkanir en það er þeim þurft að hækka voljumið á vídeónum aðeins Nákvæmlega árið af kveðjum minnast að við erum komin nýjan Já, við erum komin í samstarfi nýtt samstarf samstarfi nýtt fyrirtæki aðalskoðun og allir sem hlusta á 2 tónum fá 20% afslátt aðalskoðun bara segja 2 tón bara segja 2 tónum Já, 2 tónum, 20% af Galið það er eitthvað svona topp líkla sett svona eitthvað, gera við bíla tónum, topp Hefur þú eitthvað að fara með bíl í skoðan? Bara daginn í aðalskoðun, í skeifunni hvernig ég? Mjög vel Ég var nýbúin að skipta bremsuklossa í bílnum Toyota Yaris Félagi, ég fekk félagi, ég borgaði félagi mínu Þess að gera Nei, þetta er þetta er Hann flög ekki Nei, þegar ég var að segja daginn ég er að bóna bílinn og það var að bóna bíla Já, ég segi, það þarf að fara með bílinn í skoðun Ég ber enga, jú, það þarf að hugsa vel þetta og þeir hjá aðalskoðun gera þetta fyrir maður, það er heitt á könnunni og ég er ekki eðlilega ánægð með þetta Búin að vera í bransanum síðan 1995 Ég er náttúrulega það gamall ég átti minn fyrsta bíl, ég þurfti að fara með hann upp á Höfða í bifreiða eftirlit ríkisins og það var hræðilegt og ég veit ekki, það var alltaf miklu meiri druslumenning þá, ég er að pæla daginn fyrstu bílarnir mínir og þá voru bara bílarnir 70% af bílunum sem ég ákveði á benstöðinu voru bara druslur sjáu þetta ekki lengur, það er enga druslur í umferð bara svo ein og ein sem er alveg, hann er einn og þá var alltaf bara hark að komast í gegnum skoðun og það eru bara svona 10 ár síðan það hægt að vera kvíðavaldur hjá mér, ég bara ekki farið í skoðun
kannski að ég fyrir aðalskoðun og bara tekja vel á móti mér. Líka 20% af, maður þakkláttur fyrir það, sko. Já. Þetta skiptir allt máli þessum síðustu veist. Já, skiptir máli. En þegar ég var að byrja, sko, fyrst var ég með Galantin minn, 82 módul og svo Honda Civic 78, og það var alltaf eitthvað. Og þá fór kærastan mín, Anna, hún fór alltaf með bílinn í skoðun og hún var nú frekar heit, sko, og sexaði sér alltaf vel upp, fór ógeðslega og lék sér alltaf, hún var, sko, hún gerði við bílun okkar, sko, hún lék sér alltaf alveg, er það ekki allt í lagi? Má ekki, Plain stupid bara. Og fekk alltaf græna með hann, sko. Við stelpur komumst í gegn með svolítið svona. Geðvikt. Já, en það, var ég bara Skeifan, bara Hafnarfjörður, Reykjanesbær, út um allt og bara segja, komið bílum minn 2 á topnum. 20% af. 20% Galir. Þetta ekkert eðlilega gott, sko. Heyru, kæra þakka fyrir komuna. Já, takk fyrir að hafa mig. Eðlilega gott að fá bara geggjað stuð. Og gott að voru ekki bara mínar skoðanir, þetta er mjög ánægð með það. Því að ég horfði ekki á alla þetta. Já, ég hef nú sjaldan gaman að þínum skoðunum, en það eru alveg sérstaklega illa undirbyggðar. Já, ég sá þetta. Já, ég bara, þetta er það sem ég finnst. Herru, frábært. Og svo náttúrulega sitjum við í kósiheitunum hjá Rekus. Akkurat. Á Laugaveginum. Fálega kósi hérna. Fáum kaffi. Geggja kaffi. Fylgist bara spennt með næstu þáttum og hvaða og fara í toppfólk á Facebook. Hvaða samstörf koma næst? Hvaða samstörf kemur næst? Aldrei að vita. Ég er svo mikið að forast að segja aðilar, sko. Þól ekki orðið aðilar, sko. Þetta er svo mikið lögreglór sem lögregla segir. Stofnana. Aðili var handtekinn við. En hér er enginn handtekinn. Aðili var handtekinn á heimili sínu þar sem hann var að sjóða hjarta úr mannesku. Ok, nú slítið þessu. Ég verð að slítið þessu núna.